Sæl og verið velkomin í myndbandið Heilinn 2.0. Hvernig algebra uppfærir stýrikerfi þitt. Ég má sturlaðri staðreynd. Þú ert með 86 milljarða taugafrumna. Það er grunnkerfi þitt. Hér sjáum við myndræna framsetningu á því hvernig heilinn okkar breytist þegar við færum okkur úr einföldum reikningi yfir í algebru. Vinstra megin höfum við reikning. Þegar þú leysir dæmi eins og 5 × 5 styðst heilinn að miklu leyti við staðreyndaminni og staðbundna úrvinnslu í hvirfilblaðinu. Þetta eru sveitavegirnir svokölluðu. Þeir eru áhrifaríkir fyrir kunnuleg verkefni en þeir tengja ekki mörg svæði saman. Hægra megin sjáum við algebru. Hér breytist vinnan úr því að finna eitt svar yfir í að skilja kerfi og tengsl. Algebra krefst óhlutbundinnar hugsunar og virkjar víðtækt net í heilanum. Við þurfum að nota vinnsluminni til að halda utan um breytur og framennisbörkin til að beita rökfræðilegum reglum. Með því að læra algebru ertu bókstaflega að byggja hraðbrautir á milli ólíkra hluta heilans. Þú ert ekki bara að læra að reikna með bókstöfum, þú ert að þjálfa heilan í að sjá mynstur, draga ályktanir og leysa flókin vandamál með kerfisbundnum hætti. Algebra er tækið sem breytir heilanum þínum í öflugt tenginet. Og finnst þér algebran erfið? Það er bara af því að nýjar áskoranir krefjast nýrra tenginga í heilanum. Hefurðu einhvern tíma fundið þessa skyndilegu jákvæðu tilfinningu þegar erfið algebruþraut smellur allt í einu saman? Þetta er ekki bara tilfinning. Þetta er heilinn þinn að byggja sig upp. Þegar þú nær tökum á nýju samhengi eða finnur lausn á flóknu vandamáli, losar heilinn boðefni dópamín. Við köllum þetta gjarnan verðlaunakerfi heilans. En dópamín gerir miklu meira en að láta okkur líða vel. Það virkar sem líffræðilegur lás. Í þessu aha-augnabliki flæðir dópamín taugamótin og örvar ferli sem kallast langtíma efling. Það styrkir rafrænu tenginguna á milli þeirra taugafrumna sem tóku þátt í lausninni. Með því að læsa tengingunni tryggir dópamínið að heilinn muni þessa nýju rökréttu braut betur í framtíðinni. Svo í hvert skipti sem þú leggur hart að þér við algebru og nærð loksins lausninni, þá ertu ekki bara að klára dæmi, þú ert að virkja dópamín til að smíða varanlegar hraðbrautir í eigin huga. Hvernig verða þessar hraðbrautir heilans eiginlega til? Það gerist í 3 mikilvægum skrefum þegar þú glímir við algebru. Þegar þú sérð nýja tegund af jöfnu í fyrsta skipti, reynir heilinn að búa til nýja tengingu. Þessi braut er veik og óljós eins og slóði í skógi. Það krefst mikillar orku og einbeitingar að fylgja henni og þess vegna finnst okkur ný verkefni oft svona erfið. Í hvert skipti sem þú leysir dæmi og notar sömu rökfræðina sendir þú rafboð eftir þessari sömu braut. Endurtekin virkni styrkir tenginguna. Við köllum þetta taugasveigjanleika. Heilinn þinn er bókstaflega að endurmóta sig til að verða skilvirkari í algebru. Þegar þú ert komin með góða færni gerist dálítið magnað. Heilinn byrjar að húða taugasímann með fituefninu míelíni. Míelín virkar eins og hágæða einangrun á rafmagnsleiðslu. Það gerir það að verkum að boðin ferðast allt að 100 sinnum hraðar en áður. Þegar brautin er orðin míelíniseruð, er algebran orðin að sjálfvirkni. Það sem áður krafðist allrar þinnar einbeitingar gerist nú nánast án fyrirhafnar. Þú ert ekki bara orðin betri í stærðfræði, þú ert búin að uppfæra vélbúnaðinn í höfðinu á þér. Það magnaða við algebrunám er að það er ekki bara verið að kenna þér að finna gildið á X. Þú ert í raun að stunda öfluga líkamsrækt fyrir vitsmuni þína sem opnar á nýja hæfileika á mörgum sviðum. Vinnsluminnið, algebra þjálfar þig í að halda mörgum hlutum í huga í einu, breytum, tölum og reglum og vinna með þær samtímis. Við þetta stækkar vinnsluminnið þitt, sem er eins og að uppfæra vinnsluminnið í tölvu. Þú getur tæklað flóknari verkefni í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Sveigjanleiki. Í algebru þarftu stöðugt að skipta sjónarhorn og nota mismunandi aðferðir eftir því hvernig dæmi lítur út.
Þessi vitsmunalegi sveigjanleiki gerir þig betri í að aðlagast nýjum aðstæðum og sjá lausnir sem aðrir koma ekki auga á. Einbeiting. Algebrudæmi krefjast þess að þú fylgir kerfisbundnu ferli án þess að missa þráðinn. Með því að þjálfa fram ennisbörkin við úrlausn jafna ertu að byggja upp úthald og einbeitingu sem nýtist þér jafnt í lestri, sköpun og flóknum ákvörðunartökum. Svo þegar þér finnst algebran erfið, mundu þá að þú ert ekki bara að reikna. Þú ert að smyrja vélina í höfðinu á þér og gera hana öflugri, hraðvirkari og sveigjanlegri fyrir allt sem framtíðin ber í skauti sér. Þú hefur kannski heyrt að það sé auðveldara að læra tungumál þegar maður er barn, en vissir þú að unglingsárin eru gullna tímabilið fyrir rökfræði og algebru? Við köllum þetta tímabundin svindlkóða vegna þess að unglingsárunum fer heilinn í gegnum gríðarlega mikla endurmótun, sérstaklega í framennisberkinum. Þetta er sá hluti heilans sem sér flókna ákvörðunartöku og óhlutbundna hugsun. Á þessum árum er heilinn þinn með hámarks tauga sveigjanleika. Hann er eins og mjúkur leir sem er verið að móta. Heilinn notar ferli sem kallast taugastýring, þar sem hann eyðir ónotuðum tengingum en styrkir þær brautir sem þú nota mest. Með því að glíma við algebru einmitt núna ertu að nýta þessa líffræðilegu gátt til að festa rökfræðilega hugsun í grunngerð heilans. Það sem þú lærir og þjálfar á þessum árum verður að varanlegum verkfærum sem þú munt búa að alla ævi. Ekki láta þetta tækifæri renna þér úr greipum. Notaðu svindlkóðann á meðan gáttin er opin. Og mundu að í algebrunámi þá er mistök eldsneyti. Því að hvert dæmi sem þú leysir er líffræðileg uppfærsla og mistök eru nauðsynlegur partur af námsferlinu. Og mundu að algebra er ekki bara stærðfræði. Þetta er heila uppfærsla. Takk fyrir mig.